Hér erum við með 3 þáttunadæmi. Það er að segja, ég er með x í öðru pluss 2x mínus 15. 3 liðir hérna. Og svo er ég með annað dæmi, x í öðru pluss 3x mínus 10, líka 3 liðir. Og x í öðru pluss 2x mínus 8, líka 3 liðir. Og ég á þátta þetta þannig að þetta breytist í 2 svona sviga. Taktu eftir að það er mínus hérna á síðustu tölunni í öllum þessum 3 dæmum. Það þýðir, eins og svigarnir eru hérna í sínudæminu, að annar svigin verður að vera plus en hinn verður að vera mínus. Og það er akkurat það sem ég ætla að skrifa í svigana mína sem eru hérna rauðir. Ég ætla að hafa plus í öðrum og mínus í hinnum í þeim öllum. Það skiptir ekki máli hvor er plus og hvor er mínus, það er að segja hvor er undan. Það er bara annar er plus, hinn er mínus. En það skiptir máli hvað tölur koma þarna. Þannig er nefnilega að ég ætla að skoðum fyrsta dæmið. Hvað tölur á að koma hér og hér, þar sem bláu strikkin eru. Þá skoða ég hérna 15 töluna og ég skrifa hann hérna 15 og ég skoða alla margföldunarmöguleika á þessu 15. Og fyrst skoði ég alltaf einu sinni töfluna, þannig að 1 sinnum 15 er 15 og 3 sinnum 5 eru 15 líka. En hafðu í huga, önnur talan verður að vera plus og hin er mínus. Hvor á að vera plus og hvor á að vera mínus? Það er stóra spurningin. Þá horfi ég á formerkið á miðjutölunni. Taktu eftir, það er plus í fyrsta dæminu á miðjutölunni. Það er líka plus í næsta dæmi og það er líka plus í þriðja dæminu. Ef það er plus á miðjutölunni hérna, þá þýðir það að hærri talan á að koma í plusvíðan. Hærri talan á að koma í plusvíðan hérna í fyrsta dæminu, líka í öðru dæminu og líka í þriðja dæminu. Ef hér hefði verið mínus, þá hefði hærri talan verið mínus. En skoðum þetta. 1 sinnum 15 eru 15. Setjum hærri tölunni í plus. Þannig að skoðum hvernig þetta væri ef að ég væri með 15 í plus mínus 1. Getur það verið plus 2 í fyrsta dæminu? Nei, þetta er ekki plus 2. Þá veit ég raun og vera að þessi valmöguleiki er bara ekki inn í myndin, hann er bara algjörlega út úr kú. Þá ætlum ég að teka á næsta valmöguleika. Setjum hærri tölunni í plus, hina tölunni í mínus. Getur verið að þetta sé 2, eins og er hér? Já, þetta er 2. Þetta þýðir þá að við erum að tala um 5 og 3, þar sem 5 er hærri talan, hún kemur í plusvíðan, en þristurinn sem er lægri talan fer það í mínusvíðan. 5 mínus 3 er þá þessi tvistur, en 5 sinnum mínus 3 er þá þetta mínus 15. Tökum næsta dæmi. Horfum á 10 og hvað tölum margfaldað saman gefa 10? Jó, það er 1 sinnum 10 og það er 2 sinnum 5. Hærri talan á að koma í plusvíðan, þannig ég ætla að pröfa að setja plus 10 mínus 1. Getur verið að það sé 3, plus 3. Nei, það er ekki. Þá gengur þessi valmöguleiki ekki upp. Þá spyrjum næsta valmöguleika, þar sem 5 er hærritalan, hún er þá plus, en tvisturinn er þá mínus. Og pælingin er þessi, 5 mínus 2, er það 3? Já, það er plus 3, þá þýðir það að í annarsvíðan plusvíðan kemur 5 en í mínusvíðan kemur þá tvisturinn, mínus 2. Enda spáði í það, 5 mínus 2 er þessi plus þristur, en 5 sinnum mínus 2 er þetta mínus 10. Reynum að nota þessar aðferð í dæmi 3. Þá spyr ég hérna með 8, hvað margföldunarmöguleikar gefa mér
8. Hvað 2 margföldunarmöguleikar gefa mig 8? Jú, ég byrja alltaf á 1 sinnum töflunni. 1 sinnum 8 er 8 og 2 sinnum 4 eru 8 líka. Þá tekka ég á því. Ég veit að hærri talan á að vera plús. Ég spyr þá, plús 8 mínus 1 getur verið að það sé þessi plús tvistur. Nei, það er það ekki. Þá gengur sá möguleiki ekki upp. Þá ætlum ég að pröfa næsta. Hærri talan er plús, lægri talan er mínus. 4 mínus 2. Getur verið að það sé þessi tvistur? Já, það er það. Þá veit ég að fjarkinn sem er hærri talan kemur í plúsvegan en tvisturinn sem er lægri talan, hún kemur í mínusvegan. Og þá er ég búinn að þátta. Og ég get doppeltekkað og athuga hvort sé rétt með því að nota örvaðferðina. Það er að segja, hvað er x sinnum x? Er það ekki x í öðrum? Hvað er x sinnum mínus 2? Það er mínus 2x. Svo ger ég 4 sinnum x. Er það ekki plús 4x? Nú er konið yfir í svarta svæðið hérna, dökka svæðið á spjaldinu. Og svo ætlum ég að klára 4 sinnum mínus 2. Er það ekki mínus 8? Og því ég legg þetta saman hérna í miðjunni, getur verið að það sé ekki þessi plús tvistur. Er ég þá ekki raun og veru bara komið með sama dæmi og ég byrjaði með? Ef það er svo, þá er ég sannfærður að ég var að gera þetta rétt.